Þá höldum við áfram hérna í föstudagsþættinum. Það frumsýningadagur hjá Leikfélagi Akureyrar sem hefur nú oft verið hálfgerður hátíðisdagur hér í bæ. En í dag og í kvöld verið að frumsýna Býr Íslendingur hér, sem verk sem eftirtektarvert fyrir margra hluta sakir, en kannski að byrja á því af hverju ákveður Leikfélagið að setja upp þetta verk núna? Já, Býr Íslendingur hér segir sögu Leifs Müller, sem Íslendingur sem var seldur í hendur nasistum og fór í fangabúðir nasista í Þýskalandi, í Sachsenhausen, og lifði þá vítisdvöl af. Og í ár 70 ár liðin frá því að búðirnar voru frelsaðar, frá því að í Evrópu voru frelsaðar þessar dauða- og útrýmingabúðir nasista. Og þetta svona bara okkar litla framlag til stóru frásagnarinnar, skilur við. Mér fannst það mikilvægt að leikhúsið á að minna okkur líka á stóru frásagnina og þessu leikári erum við með sýningar sem eru sannarlega bara sprottnar héðan. Við erum með Pílu sem bara fallegt barnaverk sem sprottið úr kvæðum ljóðskálds héðan, og svo erum við með stóru frásagnina sem Býr Íslendingur hér. Þú sérðu leikmyndina. Já. Og á hvað leggur þú áherslu í þessari sýningu og hvernig þessi sérstæða þegar það verið að tala svona viðamikið og kannski hjartnæmt efni? Ég ákvað að fara þá leið að leyfa textunum að njóta sín meira. Leikmyndin lágstemmd en hún mjög táknræn. Það mikið að minnum í leikmyndinni þetta sem að fólk hefur jafnvel skoðað helförina og þar sem hún sér söfn hlaða upp töskum, hlaða upp fatnaði, og það líka minni í það sem var gert í búðunum. Allar eigur fólks voru teknar af þeim. Þannig að mér langaði til að setja það aðeins inn í, en sem aðstoð og bakgrunn fyrir leikarana sem vinna síðan texta. Ég ímynda mér að það hafi verið rætt í einhverju samhengi innan herbúða leikfélagsins núna, kannski ekki gott að orða það herbúður í þessu samhengi. Við erum búin að nota svona orð svo mikið. En þarna kemur að því, þegar við stöndum svona nálægt svona frásögn sem svona hræðileg, þá oft, og við verðum bara að viðurkenna, við höfum alveg þurft að sækja í skammasemi og húmor og gleðina til þess að glíma við þetta. Því að frásögnin svo tær einhvern veginn og hispuslaus, og það voðalega lítið sem hægt að bæta við hana, eiginlega ekki neitt. Þannig að við höfum alveg þurft að hlæja aðeins og flissa til þess að einhvern veginn Ég ímynda mér að þið hafi tengt þetta í umræðu í kaffistofunni við bara flóttamanna vanda heimsins í dag. Já, það alltaf fólk á flótta, sannarlega tengi maður, og líka þessa umræðu hvers virði manneskjan Að reikna út hennar virði. Hvort það borgir sig að bjarga mannslífi eða ekki. Og hverjir eiga þá aðgang að þeim lífsgæðum sem við teljum vera sjálfsögð. Og í því samhengi verður þetta náttúrulega óhugnanlegt, því að stór hluti vinnubúðanna og útrýmingabúðanna var þannig settur saman að það var búið að reikna út virði hvers fanga, hversu lengi það þyrfti að vinna til þess að greiða fyrir sína eigin útrýmingu. Og það mjög óhugnanlegt. Það viðbjóður. Það viðbjóður. Og þess vegna þegar maður les og sér þegar við erum að tala í dag að bankar að reikna út hvort það borgir sig að taka á móti flóttafólki. Að við seljum það sem þeim skilur við. Þá kannski erum við bara á viðkvæmum stað. En auðvitað í sýningunni ekki tekin afstaða til þess að hún bara minnir okkur á það að, eins og Leifur segir sjálfur, að það fylgir því ábyrgð að vera manneskja. En mér finnst þetta að vera hugrækt hjá okkur að byrja árið svona, og að því að við erum líka strax í kjölfarið komum með eitthvað mjög létta og skemmtilega sýningu með sögu og Dóra DNA í Hofi í október. Þannig að það blanda af, það svona hæfileg blanda, held ég. Þetta engu síður bara mikilvægt. Þetta kannski líka tengingin einmitt og heiti Býr Íslendingur hér, sem væntanlega tenging við bókina. Já. Síðan heyrði ég nú bara símtalað ættingjar hans væri að koma á sýningu. Hvernig upplifun það fyrir ykkur í leikhúsinu að
að því að þegar maður hugsa seinni heimsstyrjöldina þá finnst mann það stundum svolítið langt í burtistan. Já, en þetta eru 70 ár. Já, þetta er ekki nema 70 ár. Nei, þetta er ekki nema 70 ár. Og við fengum stóran hóp af krökkum í gær, eða krökkum, ungu fólki, 14-15 ára. Helmingurinn hafði heyrt stríðið og fangabúðirnar, hinn helmingurinn ekki, sem var svolítið magnað hvernig þau upplifðu þetta. Sumir voru alveg eyðilagðir yfir þessu. Og þá var þetta eitthvað sem bara þau held að hefði ekki gerst. Nei. Þannig að við þurfum alltaf að minna okkur á til þess að lenda ekki í þessu aftur verðum við að takast á við þetta. Og kannski mikilvægt einmitt að fræða unga fólki okkur það líka og taka umræðuna flóttamannavandann núna og hvað, ég meina það kemur, og það að því að það er tenging við býr Íslendingur hér við þetta ríkisfang, hvort að við eigum að fyrst að gera Ísland næstum því gallalaust áður en að það sé réttlætanlegt að við séum að taka á móti fólki á öðru þjóðerni, en einhvern veginn virðist þetta, það er umræðan. Já, það er umræðan, svo sannarlega. En í því samhengi er vert að skoða það að þegar að landnámsmenn komu hingað þá rótuður ekki mosa ofan að steini og það stóð Ísland. Heldur Ísland til vegna það er vegna frásögnin Ísland. Ísland uppdiktað alveg eins og Frakkland eða Þýskaland eða Spánn. Þessi fánar, litirnir og sagan Íslandi, þetta er allt uppdiktað og uppskáldað. Skilur, þetta er mannanna verk. Þannig að setja eitthvað eins og ríkisfang sem hindrun fyrir því að veita einhverjum aðstoð þegar hann í neyð, verður í þessu samhengi frekar svona hjákátlegt. Því hvaða eiginleika þurfum við að hafa til þess að teljast vera Íslendingar? Er það nóg að kunna tungumáli, er nóg að búa hér, vinna hér, greiða skatta, börnin ganga hér í skóla? Þannig að það er magnað að skoða í því samhengi. Já, og svo tek ég líka eftir að það er þessi sortering, hverjir með að koma og hverjir ekki. Það er fullt af fíblum til hér líka. Okkur með að flóttamenn ekki líka vera fíbl. Já, nákvæmlega. Þurfa allir sem koma hingað að vera fullkomnir. Hvað er ruglið það? Bara með einhverja lágmarksgreindarvísitölu? Já, einu minna því að... Hvað er frétta? Ég vildi gjarnan búa í samfélagi þar sem einhver sem biður hæli hér eða kemur hér sem innflytjandi eða fólk sem líkur flótta sínum hér, að við þurfum ekki bara að tikka í bóksina að sé með góð frábæran húmor og að megi ekki vera leiðilegur það er okkar réttindi að fá að vera leiðileg og segja slæma brandara og sofa yfir okkur og allt þetta. Nákvæmlega. En þetta er allavega sýningin í kvöld, kannski þess virði að bæði rifja upp söguna og kannski setja hann í samhengi. Þetta er kannski ekki til þess að fara að hlæja á sér lungu og lifur, en þetta er mikilvægt. Þetta er mikilvægt. Takk fyrir komuna, bæði tvö. Takk sem leiðis. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.